STEM Húsavík fyrsta staðbundna STEM námsvistkerfið á Íslandi sem tengir samfélagið allt í gegnum menntun til að byggja upp mikilvæga færni fyrir framtíðina. Markmið STEM Húsavík að efla íbúa með því að tengja saman fjölbreyttar auðlindir, náttúru og samfélag. Þannig að við erum að tengja saman skóla, leikskóla, framhaldsskóla, rannsóknarstofnanir, söfn og félagasamtök, jafnvel einstaklinga, fjölskyldur og við erum að fá þau til að vinna saman í rauninni í þágu komandi kynslóða, í þágu barnanna okkar. Við erum svolítið að færa námið aftur út í samfélagið, þannig að samfélagið allt verður námsvettvangur og allir verða virkir þátttakendur í námi barnanna. Þetta svolítið að virka þorpið með ólíkum aðferðum en grunnurinn alltaf vísindi, tækni, verkfræði og stærðfræði sem að verður eins konar rammi fyrir öll verkefnin. Við þurfum að byggja upp þessa færni fyrir framtíðina, þessa færni sem kölluð færni fyrir 21. öldina. Til þess að geta tekist á við flókin vandamál sem munu koma upp í framtíðinni og öll þessi verkefni sem að STEM Húsavík stendur fyrir, þau vinna á einn eða annan hátt að því að efla þessa framtíðarfærni. Og þegar ég tala undirliggjandi ramma þá á ég við eitthvað eins og vísindalega aðferð eða hönnunarhugsun sem verður þá grunnur að ákveðnir hugsanaferli sem fer í gang hjá þáttakendum og það geta verið allt niður í leikskólabörn, kennarar í leikskóla að nota þetta í sínu starfi og við tölum oft það að við fæðumst sem vísindamenn, við fæðumst prófandi, við erum að pröfa að setja upp í okkur, við erum að koma við en á einhverju tímapunkti situr samfélagið okkur svolítið skorður og situr okkur inn í ákveðin kassa en við hættum að gera þessar tilraunir. Við erum að endurvekja það, við viljum halda áfram að vera forvitin, við viljum efla sköpunargáfuna. Verkefnið, framtíðin okkar, framtíðarfundir fyrir ungt fólk. Þetta voru eins og heiti gefur til kynna, framtíðarfundir. Við vildum ræða við unga fólkið, bjóða þeim vettvang til þess að valdefla þau og til þess að fá þau til að sjá fyrir sér framtíðina á Húsavík. Það er mjög mikilvægt að bjóða þeim að borðinu vegna þess að okkar sýn kannski takmörkuð. Fólk hlustar oftast á fullorðna en stundum eru krakkar þeir sem eru með betri hugmynd en þeir fullorðnu út af því að þeir hefa meira áhuga á framtíðina. Á meðan þeirra sýn víðari, þau kannski sjá hlutina frá öðru sjónarhorni, þannig að það er mjög mikilvægt fyrir okkur sem samfélag að fá þeirra rödd. Allir hafa skoðanir og sama hvað aldur eru og stundum er fullorðna fólki bara með öðruvísi og jafnvel betri eða verri skoðanir heldur en börn. Í minni skoðun þá ungt fólk mjög oft með betri hugmyndir en eldra fólk flesta hluti. Suma. Við skiptum fundunum í tvennt og fyrir daginn voru það að kortleggja öll störf á Húsavík. Við notum kort af Húsavík þar sem að þau skiptu bænum í Suðurbæ, Miðbæ og Norðurbæ. Og þegar þau höfðu kortlagt öll störfin í bænum þá fóru þau yfir hvaða færni þarf að hafa til að sinna hverju starfi og skiptu þeim niður á ólíkar atvinnugreinar. Það var alveg ýmislegt sem kom þeim á óvart. Það kom mér óvart hvað var mikið af störfum. Í rauninni miklu fleiri en ég átti von á. Ég vissi aldrei að þetta væri eitthvað svona fjölbreytt og margt. Mér finnst bara gaman að vita öll störfin sem á Húsavík og hvað hægt að gera og það var bara gaman. Það var sumt sem ég vissi ekki eins og hjóladótterið sem var aðeins út fyrir. Ég vissi ekki að það væri til. Seinni dagurinn fólst í því að draga fram þeirra framtíðarhugmyndir og efla sköpunarkraft þeirra með aðstoð Péturs frá Draumaleikhúsinu. Þegar ég kem í verkefnið þá Huld búin að vera með þeim að kortleggja störfin á Húsavík og fara yfir það hvað þarf til þess að sinna vissum störfum og hvað tækifæri í boði og ýmislegt. Þannig að við höfðum það til þess að vinna úr þegar við byrjuðum okkar vinnu á okkar degi. Ég kem að þessu verkefni til þess að fá krakkana aðeins til þess að koma út úr skelinni, má segja, og sömuleyti til þess að átta sig á því hvað þau vilja gera ef þau vita ekki nú þegar og ef þau eru áhuga á einhverju, þá getur það. Það er bara eðlilegt þegar við erum að byggja upp samfélag til framtíðar að fá að heyra þeirra rödd og gefa þeim rými. Þau geta meira en þau halda og það nú svona grunnurinn að kannski aðkoma minna að verkefni. Krakkar eiga líka rödd fyrir framtíðina.